Jæja, Jæja Kjærlin hvað ertu búin að gera þér? Herðu Tók upp myndband Í sjúkrabíl Í sjúkrabíl? Já Ok. Nú var allir eitthvað brjálaðir Nú, byrju, hvað er þetta? Akkur fór þetta fram með mér? Það er eitthvað Það er sem sagt Eitthvað klámmyndband sem var tekið upp í íslensku sjúkrabíl Eða slökkubíl Já, ok. Og núna er sem sagt komið í ljósa Með eða þú veist þetta er að gerast núna sko Akkurat í þessum tölu orðum. Já, Já. það var verið að uppfæra sko Klámmyndbandið virðist vera að hafa verið tekið upp í Skógarhlíð Í húsnæði slökkvílisins Nú. Þannig að það er eitthvað íslenskt virðist vera klámmyndband Er þetta OnlyFans eitthvað svona par? Það er spurning Var ekki eitthvað par að ríði Vestmanni með einhvern mann? Jú Og voru að skrifa einhverja fréttir og ég tók eftir það var enginn eitthvað að missa sig þessu nema fólki í kommentakerfinu. Já Og það var svona eitthvað, Meina, er þetta ekki bara ókipis auglýsing líka? Nú fór allir að leita að þessu já, ég meina þeim finnst það frábært. Ekkert að því. En hún ég sá Elva Dögg Já, hún er OnlyFans. Já, hún er OnlyFans Nei, hún skrifaði er slökkvili búin að fá leið og gera bara dagatöl Og taka þetta einskriðu lengra. Það er reynda rétt, þau þurfa að step up their game. Nákvæmlega Það er 2022 Man nennir ekki eitthvað Sjá enn eitt dagatali, herra Mars eitthvað Já, þetta er svo eitthvað Eiríks bara eitthvað. bám, tjika, bám Já, beint á OnlyFans með einhver. Muni eftir reikskinjárunum krakkar Erum við einhvern veginn að tala um Ugly Toe 69? Nei, Má ég minnast það? já, Þið sem eru að nota OnlyFans, Já. styðjið ykkar boy, Þórhall Þórhallsson. Ugly Toes 69 Er það ekki Ugly Toe 69? Jú. Var rétt hjá mér? Já. Ég með eina mynd að tá Hvernig? Ég er ekki búin að græða neitt á því ennþá. Já, það er það furðulegt. Mér finnst það mjög skrítið sko Þú veist að þú gætir samt alveg gert, ef þú myndir bara committa við þetta, Já. að láta hann að myndir að tánum að Já. þá myndir svona einn og einn svona, já, Það ok. er til alls konar fríki í þessum heimi sko Já, Það er eitthvað sem að fílar ljótar tær maður fullt af fólki held ég. Já, já. Ég var einu sinni með þannig gæði á Facebook. Furðuleg gæði, þú veist, þetta var gæði sem var með í menntaskóla. Já, Dálítið skrýtnin gæði. talaði hann bara opinberlega um þetta Hann talaði ekki um það, en svo var einn vinur minn sem svona eitthvað, þessi hann ekki fíla tæs, og það var eitthvað, what? Og spurði mann einhvern veginn að því, og hann eitthvað, já, ég fíla bara. Fór á Facebooki hans og séu alla bara vinnas, Já. og það var bara 30% af fólkinu hann inni, var bara með mynd á tán. Það var hann bara í svona, Prófílmyndin hans já, og þetta er alveg, Eða þú veist þeirra já, og þetta er alveg, 2010, þannig að þetta var ekkert svona eitthvað, það voru ekkert endilega svona einhverja grúppur endilega á Facebook. Nei. Þetta var bara svona þú þurftir að atta gæja á Facebook sem er prófálmynd á tám. En hugsaði bara, þú veist, þetta er Ég ætla bara að vera þessi manneskja Já, hann skal Ég maður ætla að vera með tær í prófílnum mínum Já, Og bara til að lokka svona gæja að. Já, hlýtur að vera með svo einn eðlilega aðgang Þú tekit ekki bara, þú veist Nei, þetta sé allir persónuleikin. Kjatta við bara fjölskylduna hérna eitthvað Allir poppar alltaf í upp einhver tá Nei, og nonni er að senda við skilabóð hérna Æja, hún hefur ekki. Breytum hérna. Hvað múið lætið mynd á dóttiðinni? Ég sá hrindar að talandi um tær Þá sá ég bara eitthvað myndband mitt í gær Og þá var mamma Ykkur skaur sem var að gifta sig Já. Og hún með svona ræðu Og hún bara expósaði hann fyrir að vera með eitthvað svona táfettis What? Og ég eitthvað, hvernig veit mamma það? Já, Og mér finnst eitthvað tásublöð heima hjá honum Tásublöð. Já, Toe Weekly. já, og hún var eitthvað svona, já, sonu minn, hann er með tásufettis og svo kom eitthvað svona, og gaurinn bara eitthvað, var að skirpa drikknum út bara eitthvað, mamma, þetta ekki að grínast, og hún bara eitthvað, já, nei, algjör tásukall. Já, Og konan hans var eitthvað, og hún var að segja svona, já, því ég kynntist henni fyrst, og fyrsta sem ég gerði var að horfa á tærnar á henni, og eitthvað, já, hún er með mjög fína tær, það skilja okkur, Jesus. sonu minn er að giftast henni. Hann hefur fengið þetta frá mömmu sinni þá, Já. ef hún er alltaf að taka til tám. Gæti verið. Já, en þetta er eitthvað þeng sko, eins og þú séð myndbandaði gæðinu sem að ríður bílunum sínum. Já, hann bara í ástasambandi. Já, þetta er alltaf með svona þetta skrýtna fettis. Já. Nú fólk skamma sín fyrir það fyrst, svo verður bara skömmin svo mikil og fer bara full circle og ert bara, já nei, þetta er bara eðlilegt. Já, sko, það er
til ykkur þáttur þar sem að vera að tala við eitthvað svona fólk og það var, þú veist, það var ekkert annað hægt en að hlæja allan á ákveðum tíma, það var eitthvað gaur sem hans fettis var að hann vildi vera hamstur og bara svefnherbyggi var allt bara svona, þú veist af hverjum, svona bara eins og í botninum á hamstrabúri What? Bara svona eitthvað gras, eitthvað hei bara Já, þessi lillur svona sag eitthvað og hann eitthvað, já stundum bara þarf maður að fara á klóstið það bara, þú veist, hann er hamstur og hann var í sambandi og hann var búin að finna eitthvað konu sem var bara eitthvað, já, þetta er bara, ég bara tek þátt í þessu með honum og svo var hann eitthvað svona í lokið á myndbandi þá var hann eitthvað, já, við ætlum aðeins að fara að hamstrast eitthvað og loka hurðinni og svo heyrðist bara úr herfi eitthvað hamstrahljóð Jesús þá bilaðist ég sko Oh my god og ég var svona eitthvað, ok, þetta var hans bara, ég er ekki hérna til að dæma bara get your hamster on bara, þú veist, ekkert mál svo þegar byrjaði þá misti ég það Þetta er eins og fyndi hvað þetta kemur oft í svona þáttum eitthvað eins og Dr. Phil alltaf eitthvað rosa furðulegt fólk þar og þetta er alltaf presenta svona sem svona við erum að hjálpa og svona nei ég er ekki spósa ég er bara að fá views oh my god, hvaða fettis ert þú með hérna? Ég er með hamstratásu fettis bara tæra hamstrum svo specific það er geggjað OnlyFans, hamster toes 69 og eitt vin, ugly toes ég alltaf græða einhvern pening ég hætti ekki með hennan OnlyFans prófíl fyrir en ég fæ allan $1 eða eitthvað já, þið heyrið það látið hann hætta þessu ég veit ekki hvort ég get fengið borgað það kom eitthvað svona að maður gera eitthvað verification og ég átti eitthvað það var orðið eitthvað process ég er ekki fara þú veist, láta eitthvað taka mynda á hérna ökuskírtinu mínu og eitthvað fyrir eina tásu minn, skiljum mér fannst þetta eitthvað fyndið, skiljum, mér leittist en þetta var orðið svo mikið ferðli og það er að taka þetta alla leiði en þú veist, maður ásamt að taka grín alla leið, sko já, ég er samt ekki viss hvort það er að taka mynda að passanleginum og nei ég held að ég þurfi að gera það ef ég vill fá borga, sko þú vilt fá borga, já þannig ég fæ ekkert borga, það er hægt að auðra mig, skiljum takið screenshot af tásumyndina sendið hann þá var þetta að gefa þessu fólki númer svo veit ég ekkert hvort ég sé með ugly toe eða ekki, ég er bara venjulega tá kannski er eitthvað svona í tásu samfélaginu er ég kannski með sexy tær já, ég hef aldrei séð tásuna en ég held ég að þú veist það er fátt svona ljótar en tær ég held að þú myndir aldrei kannski virka sem svona tásukall af því að þetta þarf annarkvort að vera ógeðslega ljótt eða geðveitt flott og ég held að þú sért einhvers staðar hann í miðjunni meðaltá já, þú ert meðaltá þú ert með meðaltá já hvernig er, og hvað gerir tá meira sexy en aðra, skilur við? Þetta er eitthvað sem þú þarf að spyrja félagið minn á Norðan sko. Er hann online núna? Ég eitur hann á Facebook eftir að breytti prófílmyndin sinni já, þessi gaur krýpaði mig út bara eitthvað ég er svona, nei þessi hann var ekki að byggja tásumynd frá þér? Nei hann getur, ef hann er að hlusta þá hérna, checka á Ugly Toe 69 það var að græða svo mikið pening ójá Herðu, þú veist hvað Doug Stanhope er? Ójá hérna hann svona aðdándunars já, hann hefur komið til Ísland, ég hitt hann á Íslandi akkurat fór og sjá hann og síðan var ég niður í bæ daginn eftir og bara rakst á kauða já og hérna en hann er dálítið þekktur fyrir að vera með aðdándahóp sem er svona mjög hvað sem er svona diggur eða mjög stuðningsríkir og klikka fólk þeir eru bara fanatics já, og gera allt fyrir hann þetta er eiginlega bara svona köld nánast já og hérna ég sá hérna á Instagram að hafa bruni í húsinu að Stöðugstæðina og hann þurfti að fá einhvern claim representative sem er svona, er það ekki gæði sem að svona, kemur frá tryggingafjármálum og svona, þetta er rétt, þetta er allt ónýtt og var hérna pening þetta er fullt af peningur sá gæði var ekkert að svara símtölum tók einhver vikur og náði enginn á hann að Doug Stanhope postaði þessu hérna á Instagram og mér fannst það pældi ekki mikið í þessu þegar ég bara eitthvað að horfa á hann kvarta sko
Hi, this is a message for my claims representative assigned to me from State Farm, Caleb Casanova. It's been 9 days since my house fire, and I have not gotten one returned phone call from you. Nor are you returning the phone calls to the temporary housing people. You're not returning phone calls to the people who are supposed to be doing this renovation. And it's kind of fucking cold here, Caleb. You're not even returning calls to my State Farm representative here locally in Bisbee. It should be underway. So why don't you call me back? Þetta ég fór í kommentakerfið hana Já. og þar minnist eitt gæi hérna á. He's on Facebook under Caesar Caleb Casanova and his comments are wide open. Þetta fannst mér spennandi. Þannig ég fór á Facebook og ég skrifaði Caleb Caesar Casanova og fann gæjan. Hérna hann vist svona rækta hunda líka. Já, hann engan tíma í neitt annað. Nei, hérna eru myndir af hundunum hans og kom ekki bara komment. Þetta bara, ég að sjá þetta í rauntíma. Já. Þetta bara 4 mínútur, 1 mínúta og bara kommentin að hrynja inn. Doug Stanhope would like a word with you. You better call Doug Stanhope. I have a feeling you're about to get the online wrath of the Killer Termites sem nafnið á áhörunda hópum hans Doug Stanhope. Kallaði þessi Killer Termites. Já, þú vilt ekki endilega lenda í þessu fólki sko. Nei. Það ofta, já. Það heit alltaf eitthvað svona, ef þú ert eitthvað svona, ef fólk eitthvað svona ekstra mikið fan á einhverjum einum, eitthvað svona celebrity, já. Þá heita það alltaf eitthvað. Já, Beliebers. Varst þú Belieber? Nei, get ekki sagt það. Ég jafn gamall úr Justin Bieber, þannig að þetta var ekki nógu, maður þarf að vera yngri. Þú hefur þurft að vera yngri, já. Já, og líka stelpa held ég. Ég held að ég þekki ekki neitt gauð sem að var eitthvað. Geðu eitthvað Belieber. Reyndar seinna með sko. Þegar Justin Bieber var frægur fyrst, þá var hann aðsnalegur. Já. Og svo ekki nógu cool sko. Já, og svo gaf hann út eitthvað lag hana, hvað 2015 eða eitthvað. Sem að 2016, mars. Já, það hefur verið með Belieber hérna. Nei, ég sveita. Ég ekki Justin Bieber ból. En það var svona fólk svona aðeins meira, en ég fannst bara gaman að sjá þetta í rauntíma. Þetta gerast. Ég reynda glemdi að tjekka á þessu núna, en ég þóra að veðja að þessi gæði búin að loka á kommentarkerfið. Það potið sko. En allan sé búin að ringi í hann. Það hlýtur það allir aðdándu hinnir að harresa mig. Það er þannig að vera hann bara eitthvað til að heima á sér og að rækta hundana sína og veitur alveg að Doug Stanhope eða þú veist, veit ekki hann sé frægur en bara svona, já, ég ættir að ringi hérna og síðan bara byrja að rakka innkomin á fjölskyldumyndum og þú bara, fuck me. Ég hefði þetta að vinna vinnunum mína kannski. Myndið þú einhvern veginn þóra þessu að posta myndbandi og call einhvern svona út? Nei. Kannski ef ég er búin að vera, þú veist, að bíða 9 daga og það þú veist, hann var að deyja og kulda, skilur. Já, þá myndir þú svona, en það væri til ég að. Já, myndir posta næs myndum. Ég veit þú þetta Veit þú þetta að rækta hunda? Ég á götunni með barninu mínu og konu. Eða tíma. Bara þú tíma. Talandi confrontation, það er með myndbandina sem fannst fyndið. No. Þetta kannski aðeins svo gróft en ég... Say it again? Say what? Huh? Oh, shit. What happened? Do you want to goddamn say it again? Oh, shit. Wow. Do what? Oh, shit. What are you talking about? Oh, shit. What are you talking about? Hell, you got me all... Oh, shit. Yeah. Oh, shit. Oh, shit. Nei. He gone. He gone. Me. He ain't sleeping. I will show you something. You won't act stupid. Wow. You got knocked the fuck out. Goddamn say it again. He gone. He gone. He gone. You got knocked the fuck out. Ok, þetta er briljant sko. Þetta er briljant. Ég er með annað svona violent myndband svo er ég með eitt svona endum og svona nice tónum. Já, þú mátt ekki skilja okkur eftir svona ofbeldisfullum heimi. Nei, þetta er uppistandari. Þetta er fyndið. Nei. What I tell you? What I tell you? What I tell you?
What the hell? Gæin líka, þetta svo furðuleg. Ég veit ekki hvort ég myndi gera það saman ef einhver myndi ráðast á mig upp á sviði og ég myndi þurfa að gera eitthvað. Ég held ég myndi ekki fara aftur í mikrofón. Nei. Bara eitthvað svona, ok, þú veist, hvað sagði þér? Þú veist, já, við erum alltaf að halda áfram í sýninguna. Þú Hvað þú að missa kráti eftir og ræðist á einhvern í krátinu. Alveg potið. Þessi En gæi var líka, talandi samt hérna. þessi gæi var líka 25% að gráðinu. Já, Leit út fyrir að vera. já. Hann var, já. Þetta bara, já. Stundum langar mann alveg að sparka í fólk, sko. Já, Ég var með sjó í kemur gær fyrir. Já, á Gauknum já, hvernig gekk? og það var bara geggjað, allir voru geggjaðir og svo var það er alltaf eitt borð. Já, Það er alltaf eitt borð. Og þau voru vel í klasi. Mánudagskvöld, íslensk, sjálfsög. þetta. Ef það er eitthvað vesinn á einhverjum í áhorfendassalnum, þá er það Íslendingur. Já, ég Svona lendi 90%. Litáinsku með einu sinni, en halda áfram. Ég er allan að bara í miðju ykkur bytti og þetta er ekki eins og þú veist ég er að tala um fæðingunni á syni mínum. Kemur allir bara bú. Ég ekki bú. What? Þetta bú á son minn eða hvað? Þú veist ég var ekki að segja neitt, þú veist eitthvað controversial. Ég var bara eitthvað bú. Og ég sagði bara eitthvað bú. Ég var svo hissa. Ég skilði að ég var að segja eitthvað svona eitthvað þú veist, já. En þetta var ekkert sem ég var að segja. Nei. Og eitthvað, have you given birth? Ég eitthvað, nei. En var ég eitthvað að setja út á það? Já. Hún, þú veist, það var ekki sem ekki. Ég eitthvað, varst ekki að hlusta? Þá kom eitthvað svona, ég eitthvað, hvað var ég að segja sem var svona slæm? Ég eitthvað, þú veist, og tala á ensku, þetta var, sjóðu var á ensku. Já. Ég eitthvað, why did you boo? That was my choice. Continue. Ég eitthvað, thank you madam. Þetta var bara svo bara, Jesus. that was my decision. Continue now. You may continue. Já, svo leifðu hún þér að halda áfram í þakka sýninguna. að kjallaði fyrir. Já, vertu þakkláttur. Já, þetta sló mig svolítið út á laginu en ég komst aftur og þú veist að allir aðrir í salnum voru bara eitthvað bara þú veist, hérna voru með mér í liði sko. Ég bara, þú veist, why? Það væri enda fyndnar ef allir væri svo mótið þér. Það væri bara að ganga ágætlega vel og síðan bara bú. Svo bara, that was her choice. Go fuck yourself. Já, það hefur verið nei, ég ætla ekki að segja að ég hefur verið gaman að sparka í hana það, Já. með ugly toe, ég syngdi inn í ugly toe Já. ég hefði að gera það taka tanna út Vertu með OnlyFans. nei, en þetta er mér finnst alltaf skrítið svona fólk sem mætir á uppistand og er, þú veist, bæði ekki að hlusta þú voru að tala allan tíman Já. og þú veist, þau borga sig inn þú veist, hvað borga sig inn til að hlusta ekki og vera svo bara að tala allan tíman og svo eitthvað bú hvað, ég veit það ekki hvað var það að segja you may continue Þetta er hálfgalið. Á mánudegi líka. já, Já. en það er bara svona maður lendir ímislu maður hefur lendið ímislu Já. En já, að svo fyndið þér að fólk mætir og vill bara svona velja hvað er gott og svona eins og þetta. Bara svona I approve. Líst ekki á þetta, sko. Nei. Ég fæ að velja. Já. Ég fæ að velja hvað uppistandum segir. en já, að líka af öllum sem þetta er bara bit sem ég þú veist, tók í fjölskyldulandi, skilur Já, fyrir framan börn. Já, þú veist, þetta var þannig clean material það var ekkert svona sem var eitthvað hægt að miskilja á einhvern ég var bara bú Ég er með fullt af bröndunum sem að eiga skilið bú. sem ég sagt sem ég er bara svona bara sangjant, skilur ekki þetta, þú veist klálega ekki að hlusta það var bara eitthvað bú og svo kom Þetta var ekki hérna á vilja vita hvort að þessi strákur er að stelpa af því að þetta var stelpa Já, nei, já, ég er að spyrja út í brandarann sjálf. já, Þú ert með brandarann hann I wanna know if it's a boy or a girl. Já. Because I wanna know. já, ég var ekki eins og að segja það mér Ok, það er nefnilega eitthvað sem að yrði fáranlegt að vera svona reyður yfir. já, en þú veist, ég hefði getað skilað það það var eins og að segja þú veist, já, joke basically ég vildi fá að vita hérna sem ég vildi ekki vita kynið ég vildi vita kynið að því ég ætlaði þú veist, vildi bara fá að vita hvort ég ætlaði að vera til staðar eða ekki Já,
akkurat ég og svo ég vil ekki segja þetta djók auðvitað ætla ég ekki að vera til staðar ég gleynist því og ég meira svo búin að segja þann brandara held ég, það kom ekki neitt bú þú veist, og ég hef alveg skilað þar já þótt að þetta sé bara djók en þá er svona ok Já, það er eitthvað viðkvæmt eða eitthvað verið með eitthvað til að láta svo bara já, hún svo bara var að koma fæðingunni og eitthvað bú en já, fólki fyndið maður þetta er gaman að þessu en heyrðu, þannig maður á fyndin mér langar til að gera þetta einhvern tímann við dóttur mína jeez ok, bara traumatized for life það er svo gaman herði, í fyrra þá tók ég að mér fyrstskipti að hjálpa jólasveinunum já og klæddi mig upp á viðjandi hátt og vorum að deila út gjöfum já svo þannig að fólk pantar jólasvein til að koma heim til sín á aðfangadag og krakkarnir fá svona einhvern 1 eða 2 pakka já og þú veist ég fór í ykkur 40 heimsóknir eða eitthvað og þú veist flesti krakka sem voru feimnir skilu það er allt í einu komin einhvern 2 skeggjaði kallar í rauðum fötum og annar með gítar og tekur eitthvað lag og svo pakkið þá sem ok, feimin og eitthvað svona herðu, svo bara eitt bad sem ég sverða það er örugglega traumatized og þetta var svo skrýtin heimsókn á eitthvað svona hei, stækjast mættur eitthvað, já komið bara inn svo opnaði hurðina þá komið bara inn og þá bara heyri ég svona mesta trillingsöskur bara barnið fór í bara kvíðakast og þau eitthvað, farðu svo að hæfi jólusveina eitthvað, nei og ég var vera einn áfram eitthvað svo eitthvað, já þeir ætla að taka lagið og hann eitthvað dansum við í kring og eitthvað, nei og svo með þá voru að kalla systur hennar þá voru klósetin að kúka og þetta var svona eitthvað einn krakki að kúka þarna og annar í kvíðakasti og eitthvað gleðileg jól og mamma alltaf ekki að taka þetta upp eitthvað og vídeo eitthvað nei, takk fyrir og já, svo hljóp krakkin eitthvað svona bak við kúkukrakkin eða hinn kvíðakrakkin ekki kúkakrakkin heldur kvíðakrakkin hann hljóp svona bak við pappa sinn og ég man ekki, mamma kom eitthvað svona komment eitthvað svona eins og þetta væri eitthvað pappanum að kenna sound boo hún eitthvað, já hún bara svona því þú alltaf svo eitthvað ofvendan eða eitthvað greinilega skilin já þú veist þetta var allt hræðilegt þess að heimsókn það var eitthvað tension á milli þeirra einn krakki að kúka en samt svona eitthvað fylgja eitthvað jólasveinin já, býta og hinn bara nei fjölskyldan að sinja í sundu fyrir fram þú veist þekkir ekki barnið þitt aðeins svona ætli barnið mitt taki vel í að það komi 2 ókunnir skeggjaðir menn allt í einu inn á heimilið mitt já, en sko ég get alveg séð það fyrir mér að maður svona eitthvað, já hún er alveg smá smeyk en á sama tíma þú veist, hún ætti alveg ekki að höndla jólasvein maður myndi halda það og ég letu hana með þess að opna hún bara eitthvað opna og þá bara eitthvað nei og ég mér aldrei liða bara eitthvað, sorry hei, við erum jólasveina skilur það var alltaf svona jólasveinar á Hauganesi það er ennþá held ég en þá náttúrulega, ég held að það sé skemmtilega að gera svona í litlum bæ af því að krakkarnir sjá jólasveinin koma svona yfir hól dettandi niður brekkur eitthvað oh my god, hann var að koma úr fjallinu svo eitt ári var systir mín jólasvein það var áhugavert já, ekki trúið því ég held að jólasveinin væri til en systir mín er bara í skemmti var það mjög augljóslega systir þín, sástu það alveg? Já, hún líka horfði á mig svona eitthvað jæks og þetta var líka svolítið fyndið því stundum voru krakkarnir út í glugga áður við komum og þegar við vorum að fara og við vorum bara eitthvað bíl skilur og krakkarnir eitthvað bæ og svo inn í lötu eða eitthvað það er jólasveinin svona mysteríið eitthvað neginn alveg farið bíp bíp þú varst að geta með Bjarna segir nei, hann heiti Jökull sem ég var að geta með það var mjög skemmtilegt sko já, ég verið einu sinni verið í jólasveinin ég verið í 8. bekk eitthvað það var bara kjánalegt
Og stóð meðvitaður. Ég var alltaf meðvitaður, hvað er maður gamall í 8. bekk, 12-13 ára. Já. Ég var eitthvað svona, þetta verður gaman og svo ég bara, Og þetta var ekkert gaman. nei, ég var svona að dansa við krakka og eitthvað, þú færð pakka núna. Í mútum. Hó. Já. Að spara pening og jóla sen og fá bara nemendur í 8. bekk til að gera. Hei, krakka, gleðileg jól. Þetta var spes. Já. Hvenær hættið þú að trúa jólasveini, Þórður? Hörðu. Átti ég kannski að segja það? Ég meina, þú Trúir veist, ennþá það er sumir bara að halda, ég held að það er ekki krakki að horfa á okkur. Nei. Kannski óvart. Skjóvart. Já. Þú trúir á Við jólasvein? vitum ekkert hvort hann sé til eða ekki. Nei, hann geti alveg verið til. Já. Hvað veitum við? Dóttir mín er að byrja að trúa jólasveini. Já. Hún er að verða 3 núna í febrúar og hún er svona Segirðu við hana, jólasveinninn er til eða er svona, hvað heldur þú? ég þarf ekki að vera eitthvað svona Nei. hei, hann er til, af því að bara það er til það sem ég segja sér til. Já. Og við vorum búin að minnast eitthvað á jólasveini og hún var ekki með eitt konsept, var bara, þetta er einhver gæði bara í rauðum búning. Já. Svo fórum við á jólahlaðborð á sunnudaginn og þá akkurat kom jólasveinn. Það var jólahlaðborðana ég manni hvað þetta er. Já. Kom jólasveinn og gaf henni pakka. Ó. Kom eitthvað svona labbandi úti og fór aftur út og banka okkur lukka og eitthvað. Já. Og eftir það var hann á leiðinni heim. Þá vorum við bara eitthvað, já, jólasveinn hérna, hann er fýtt gaur. Já, jólasveinn, já. Svo kemur hann og gefur fleiri pakka og þæg. Og það er byrjað að virka. Já, gott. En vandamálið er að við fórum til Akureyrar í sumar Já. og fórum í jólahúsið. Já. Og þar er í svona litlu hotni gríla bak við steina. Svona smá smuga steina með lýsi ljósin. Serðu grílu bara. Svolítið skeri. Hún sá grílu nefnilega og frikkaði út. Já. Og við eitthvað svona, hann er gríla. Hún bara, byrjaði að öskra fíla og hlaup út allt saman. Svona, nei, þú segir þetta vitlaust, þetta er skrítið. Já. Og hún frikkaði út bara allan daginn, eða bara í marga vikur og var alltaf að segja svona, fíla bak við steinana. Fíla er að koma. Ég eitthvað, nei. Það var reyndar ég sem fokkaði þessu upp, ég komin inn í bíl með að segja að gríla var á leiðinni. Á eftir þér. Gríla ætlar að éta þig. Gríla er að koma, við erum að drjóka inn í bíl. Þetta er, þú veist, ég hef verið að labba með túrista og eitthvað svona og maður er að tala þessar hefðir. Þau bara eitthvað, hvað er að ykkur? Maður er eitthvað, já, sko, ef við erum óþekk þá kemur hérna tröllkona og hendir þér í poka og síður þig svo í potti og étur þig. Já. Og ef hún nærir ekki þá eiga þau jólakött sem kemur og étur þig ef þú hótt ekki ný föt. Já. Allir bara eitthvað, og við erum öll traumatæst hérna á Íslandi bara. En ég var svolítið sár þegar ég komst að því að jólasveinninn var ekki til. Ég líka, sko. Og mamma er ennþá með samanskupið. Hún, hvort ég hafi spurt eða eitthvað, eða ég bara orðin, þú veist, ég 18 ára eða eitthvað, skilur. Og eitthvað, er jólasveinninn ekki til? Og mamma ekki, nei, eitthvað, varst þú að ljúga mér? Þú? Ég horfði svona í auguna bara inn í sálina og bara, þú hefur brugðist mér. Já. Eina manneskinn í lífinu. Fórst að gráta? Ég held að það kom svona eitt dramatískt tár. Laugst þú að mér? Hún bara eitthvað, sorry. Já, ég var mjög dramatískt barn. Ég snappaði á mömmu fyrir fram að vinkonuna. Ég sko gaf kertasníki kerti. Ég tók kertapakka eitthvað sem var svona í skúfu og búin að vera þar í mörg ár. Leti í skóa minn og hann fór. Svo svona rétt eftir jólin var ég eitthvað að fikta í þessari skúfu og tók eftir það sami kertapakkin var það. Ég bara eitthvað, what the fuck? Mamma með vinkonun sína heimsókn, ég fór í eldhús bara með kertapakkan bara, hvað er þetta að gera í skúfunni? Er jólasveinin ekki til, mamma? Já, þú veist, og þær byrja eitthvað að flissa mér. Það segja mér, þú er búin að ljúga mér. Snappaði bara. Gerði með að fíbli. Dramatísku líka? Já, ég fór inn í herbyggi og svona eitthvað, svo áttaði maður bara hversu mikil dork ég er. Fuck, ég var gera mig vandræðilega. Við sagðum sko, þetta var bara djók. Bara grínast ég, við sagðum. Maður er bara aðalega sára. Mamma, maður sér að ljúga manni. Já, en það er því verra ef þau væri bara geðveitt reynskilin allt saman. Þá hvað væri maður þá í dag? Já, maður þarf smá svona ævintýri í lífið, sko. Já, eða kannski væri allt í lagi með okkur. Værum við ekkert grínist þar. Nei, akkurat.
Hún var bara eðlir menn, bara Já. endurskoðendur. Já, hvað er endurskoðandi? Þú að segja við fólk Hvað er endurskoðandi? Hvað gerir ég? Þetta er callback á gamla þátti eða ekki séð það, skilja. Já. Þetta er rosa fyndið sem ég var að segja. Þetta er mjög fyndið, fyrir að tjekka á þessu Þáttur 13. mínúta. Nei, ég man ekkert. Ég fann Þórhallur eina bestu TikTok hvað segir mann, account Já. stöð sem ég bara einhvern veginn séð. Ok, Það er eitthvað hann Rassi sem að sendi mér þetta. ok. Rassi þjófur. Þú veist hvað þetta er, ég byrjaði að hlæja. Þú veist hvað Birgir Bekkur er. Já, já. Er þetta hann? Nei, þetta er einhver snillingur. Þessi, ég veit ekki hvað hann með, þú veist, hann er með 519 followers núna. Þegar þessi þáttu kemur út þá, þetta er að fara að blow up. Já, já, já. Ég gat ekki, það er erfitt fyrir mig að útskýra. Allir. Í dag er svolítið sérstakur dagur. Því í dag er ég að fara að gefa út matreiðslubók. Hún heitir 100 leiðir til þess að elda birkirbók. Í henni verður farið yfir margar leiðir til þess að elda safaríka kjötið hans Birkisbekk. Bráðum koma jól. Og ef ég fæ ekki djúsilærin hans Birkisbekks á jólunum þá verð ég reið. Birkirbekkur. Ef þú ert þarna úti. Ég vil læra og ég mun fá þau. Ok, snúum okkur á eftir. Í dag ætla ég að skoða vídeó af Birkir Bekk og á hvernig lærin hans hreyfast. Þannig get ég séð alla djúsi vöðvana og fituna og þá veit ég alveg hvar ég á að byrja að éta ef ég fæ lærin hans. Maður þarf að kaupa Ok, þetta lítur vel út. Það er alveg skandall á þarna, maður þarf Já, núna held ég að ég veit hvar besta kjötið í lærunum hans er. einu sinni. Nei, það er bara að gegn fastegna gjöldum. Hvaða kjafta er það? Nú er ég bara fucking reið. Birkir minn, þú verður ekki reiður lengur þegar ég fæ að smakka af djúsilærunum þínum. Þú verður bara ánægður að þú gerðir svangan krókódíl glaða. Ok, takk fyrir að horfa á þetta vídeó. Ég er herra krókódíl og munið hasta á djúsilærin á Bekk. Jússilærin. Æ, Það er bara öll YouTube-stöðin er Nei, Maggi mix í lógin. mixerinn hann. Ég var að skoða það. Hæ Birkir Bekkur og allir. Í dag ætla ég að. Bíddu, hver ert þú? Hún er ekki bara uppblásna dúkkur. Heyrðu nú, þú kemur ekki bara hér í mín hús og borð. Auðvitað þarna fimpið. Nú mun ég éta þig. Ok, hann Maggi Mix gaf mér mynd af Birkir. Hann verður ekki étinn í dag en hann verður að passa sig. Kíkjum á myndina. Ég er orðinlaus. Ég háði að sjá eiginlega alla djúsi fituna hans. Þetta er mest djúsi safaríkasta, háruasta, svalandi, frískandi, klístraðasta, sveittasta, sleipasta og besta mynd af Birkir Bekk sem ég hef séð. Nammi namm. Ég mun finna Birkir sama hvað það tekur. Takk fyrir að horfa á þetta vídeó. Ég er herra krókódíl og munið hasta á djúsilærin á Bekk. Já, fyrir þau sem Þetta er að taka einn brandara alla leið. Já, og bara committa. Já. Fyrir þau sem eru bara að hlusta, þetta er TikTok-stöð sem heitir Herra Krókódíl. Já. Og þetta er bara krókódíl Í jakkafötum. í jakkafötum heima hjá sér að tala um að, já, þið heyrða, hann vill elda lærin á Birkir Bekk. Jússilærin á. Juicy lærin. Hashtag Juicy lærin á Bekk. Þetta er svo grilla. En er Birkir Bekkur búin að sjá þetta? Hann hlýtur að vera brjálæður. Pottþétt múin að sjá þetta. En já, ég veit ekki alveg hvernig hann myndi taka í þetta, sko. Nei. Vonandi vel, ef hann tekur í þetta vel. Ég þekki ekki alveg nógu mikið til hans og hvað hann gerir. Nei. Ég man hann kom inn svona á karlakvöldi í Vafema Já. og var svona performer. Ok, hvað var hann að gera? Hann var í sjómann. Ok. Hann fór í sjómann við fólk og síðasti gaurin sem fór í sjómann við að tapa það. Ok. Og eitthvað svona, ok. Og það bara ykkur riðan í það? Já, við minnir að Öddi Blö hafi verið að veislustýra þessu. Já. Ok. Já. Eða Erpur, ég maður ekki, það var 1 árið var Erpur. Ok. Það var svona fyrst skeitt sem ég sá Birkir Bekk. Já. Og svona, Hann er bara þekktur kraftakall. Já. En Er hann ekki á norðan eða eitthvað? hann er á Akureyri, jú.
Já, hann er juicy. hann er juicy, mér langar að borða juicy læðurinn á Birkibæk. Juicy læðurinn á Beck. Þetta er svo allt og fyndið. Já, þetta er mjög fyndið. En mér langar bara til að komast það hver er á bak við þetta. Hvað meina, það er bara þessi krókódíl. Ég vil juicy læðurinn á Birkibæk. Hvenær var þetta að stofna? Kemur það fram? Já, Hvenær á fyrsta vídeo? Hórum bara fyrst við. Fyrir viku. Í dag ætla ég að skoða bestu myndirnar af djúsilærunum hans Birkis. Nammi þetta lítur geðveikt, fengt út vá maður. Guð minn góður, þetta er djúsi. Ok, hér fær maður að sjá alla djúsi fytuna. Vá hvað þetta er djúsi og safari. Takk fyrir að horfa á þetta vídeo. Úff, ég er bara byrjaður að svitna. Ég er herra krókódíll og munið hasta á djúsilærin á Beck. Bye bye. Æ, allir. Í dag ætla ég að skoða. Er það að fá mörg komment? Já. Æ, allir. Hello, I'm your biggest fan. Meistari. Já. Ok. Fólk er að fíla það. Já. Þetta er að fara að blow up, sko. Nei, já. Þetta brauti mér heilan úr hlátri þegar ég var heima. Svo sýndi ég Kör þetta og hún er ekkert með svona húmor. Hvað er í gangi? Já. Finnst þetta fyndið? Já, hún tekur allir svo bókstaflega. Akkur er hann krókódíll? Ekki verið, það er ekki að pæla of mikið í því, skilur. Hann er jakka. Krókódílar geta ekkert verið ástími. Þetta er bara djók, maður. Það er allt svo gott við þetta, líka herbyggi sem hann er í. Og jakkafötin, þetta bara... Þetta er meistaraverk. Já, þetta er vel gert. Þú sem ert á bakvið... Shout out á herra krókódíl. Já, herra krókódíl, þú er snillingur. Damn, akkur eru við ekki... Þú segja það sem að allir vilja segja upp átt. Ákvæmlega. Við viljum juicy lærin á Birkibæk. Í mörg ár. Já, ég bara ekki þóra að segja. Ég fann ekki jakkafötin. Wow. Þetta var skemmtilegt. Já, þetta var heldur gaman. Já. You got knocked the fuck out! Yeah, baby. Nýtt sound effect. Ég ætlaði að mynda að segja á hann. Þú verður að nota þetta sound effect. Oh yes, daddy. You got knocked the fuck out! Þetta er rugl. Þetta er dálítið mikið stema. En má ég plugga einu? Plugga því sem þú vilt. Fyrir bossan þess. Ég fann að selja listaverk. Já, klamydía. Já, ég er með textaverk. Já. Allir fór klamydíu. Það lítur vel út líka. Það lítur vel út. Ég fór actually og prentaði þetta út. Já. Og keypti ramma. Ég er búin að setja í ramma. Já. Og þetta er bara jólagjöfin í ár. Yeah. Þú veist, það er fullt af fólki sem er erfitt að gefa gjöf, sem á allt, vill ekki neitt. Þú verður aldrei fengið klamydíu. Aldrei fengið klamydíu. Ennþá. Já. Á eftir að fá það, skilur. Allir fá klamydíu. Fylgir lítil klamydíu í póka. Í svona duftformi. Spreyja henni yfir kynfærin að það. Klamydía. Það er rétt. Allir fá klamydíu. Þessi áströlsk. Þetta kóla klamydía. Fancy. Þannig að það er bara hægt að senda mér skilaboð og hérna. Já. Ég er ekki búin að selja, en það er búið að kaupa að mér. Já, vel gert. Nei, eins og ég segi, þetta lítur myndir sem þú tókst það með þetta er upp á hillu og svona. Já, það er bara heima mér. Þetta lítur vel út. Ef þú skilur ekki íslensku, þá ertu bara þetta er eitthvað svona djúft. Nákvæmlega. Eitthvað svona. Þú getur alveg lesið út að þetta stendur klamydía, sko. Það sé ekki stafa alveg eins og einsku. Meina svona eitthvað Allir fá klamydía. Karmel, allir fá karmelu. Allir fá karmelu mjölinu. En þetta er bara jólagjöfin í ár. Það er bara textaverk eftir mig. Já, go nuts. Hvar getur fólk keypt þetta? Herði, þetta er bara fæst í ég gerði eins og Bubbi bara, það er komið, það er Bubba Verslun í Kringlunni. Bubba Verslun? Já, ég labbaði fram í daginn, hann var nú bara sjálfur inni í Verslunni. Er ekki hugleikur líka með eitthvað? Já, hann er með svona pop-up eitthvað oft og já, hann er með að selja fulltina bara síðan sinni, en ég opnaði bara, ég rak Bubba út á Verslunni og opnaði klamydíu Verslun. Tóni myndi stinga upp á því að Verslunin þín myndi heita Bumbu Verslun, en þú veist, mér finnst Tóni ekki fyndin. Nei, þetta er bara leiðilegu við. Er hann búin að láta það í friði það? Hann er ekki búin að senda mig neitt núna. Nei, ok, gott, hann er eitthvað sjá að sér kannski.
Já, eða þú veist bara þunnur eða eitthvað Hann bara Vortið þunnur sko Alltaf að þjá mér eitthvað Drikkveldur sko Já, þetta er aðalegt með Já, Aðalegt með hann slagsmálum Það drekka og finna slagsmál Hann er alltaf að pick a fight Já. Sendi mér átt skilabóð bara eitthvað Hvernig á ég að slást þið Já, Eitthvað Láttu ég sverða Næsta manneski sem labba fram með mér Ég ætla að skalla það Já Alltaf að Og senda svo mér svona hann gera það samt aldrei En alltaf eitthvað hóta svona Já, hann er alltaf að hóta Þannig ég ætla að skalla einhvern Í kvöld verður fólk skalla Já, já, Og meðan ég verður á skallarum já Man, hann er svo lame Já, hann er svo leik Hugsaður hann skuli vera svona Já, það er ótrúlegt að þetta sé hann Já, allar á open mic í kvöld Herði, ég kemst ekki, ég þarf að fara að vinna Já. Ég þarf að fara að leita ljós, norðurljósum á heimnum Þetta hljómar eins og lígi Nema ég veit að þú ert svona túrgætt fyrir Norðurljós Já, ég actually gera það Þetta hljómar næstu eins og eitthvað saying Hei, getur þú komið að það? Nei, ég er upptengin, ég er að leita að Norðurljósunum og himninum Já, Ha? Hvað meinar þau? Hvað eru Norðurljósin? Hvernig verða Norðurljósin til? á ég fara að útskýra það Í svona stuttumáli Þetta er Útskýra það fyrir mér eins og þessi heimskur Þetta byrjar hjá sólinni Já, og sólin sendur hladdar agnir og þessar hlöddu agnir lenda á segulsviði jarðar já, og það er gat fyrir ofan norðurpólinn og það er gat fyrir ofan suðurpólinn er það ósonleið? það er magnetic field Já, já, og þessar hlöddu agnir hlödduagnir charged particles Ertu að þýða þetta í, Já. þú last þetta á Google já ég bara þurfti að laga þetta skilur Já, þú náttúrulega gerir þetta á ennsku Já. ok charged particles Charged particles þetta fer svo lendir á the magnetic field og þá svona fer þetta yfir og fer í gatið fyrir ofan norðurpólinn og suðurpólinn það er bara býringið þar, þannig að sér engin suðurljósin, það er til suðurljós og svo kemst þessar hlöddu agnir í snertingu við annarkvæmt nitrogen Já. eða súrefni Já, og þá, þegar þið hittast þá verður partí já, byrja að dansa já, og það ég og fjórða. rosa mikið orka og svo verður bara að leysa þessa orku úr læðingi og það er, þá sjáum við ljós Og hvað er svona besti tími dags núna til að sjá Norðurljósin? sko þeir náttúrulega eru að gerast allan sólhörningin en það bara þarf að vera myrkur úti og það þarf að vera opinn himinn Já, og svo er hægt að fylgjast með ef þið actually hafa áhuga á sig þá er hægt að fylgjast inn á Space Weather Live Space Weather Live þá sérðu alls konar svona það er líklegast ljós í kvöld og það er meira þú getur farið inn á veður.is það er ekki alveg jafn nákvæmt þú getur spekka svona activities já, þá sérðu það er KP eins og það er sagt það er 4 í kvöld og það er bara mjög gott sko. Já, þannig að gotta watch out for them KPs þetta var ekkert fyndið en þetta Þetta var áhugavert já, Við lummum annarslæði á okkur einhver áhugaverðu lumma Og svo gerum við þetta já, Já. við lumum ekki á neinu En hvað er svona þú og íslenska sko Hvað hvað allir svona á auganis eða bara þú Hæ? Hvað Þetta reyna að fára þetta Nei, mér langar bara að vita um Norðurljósin Já. Hvað eru bestu mánuði til að sjá Norðurljósin? Hvenær hætta Norðurljósin? sko, norðasta ferðir hætta í mars, apríl eitthvað svoleiðis. Já Þá bara orðið á bjart Þegar þú ferð í Norðurljósaferð til að sjá Norðurljós sem fullt af fólki og það kom ekki Norðurljós líður þér eins og lottara já, það er ótrúlega glatað að vera með tróðfulla rútu af fólki með blik í augunum spennu, það er svona rjótt í kinnunum Já, ég kom inn allir frá Nýja Sjálandi til að sjá ljósin hinum einu hnettinum, ég kom hinga bara til að sjá ljósin sjáum við ekki örgulega ljósin í kvöld kannski svo kom engin ljós á allt í lagi, þá var farin aftur til Nýja Sjálands Hversu oft hefur lendið í mann eftir þessu selva, ég sá þetta líka á Gauknum daginn að einhver svona uppisnaður upp á sviði og spyr einhverja túrista hvað er það að gera á Íslandi? Komum til að sjá Norðurljósin Þannig eru búin að sjá þau
Nei, ég er búin að fara á 15 ferðir Já, og ég er leiðin heim á morgun já, það er svo ógeðslega glata sko. svo oftar en ekki, bara svona ég man eftir því hvenær þau sögðust alltaf heim þau fara heim og ég líti upp og himinin er bara blazing ég var eitthvað, vá Þeir eru rétt af þessu nei, Það fólk er ekki bara, þetta er skem, þetta er ekki alvöru já, Þeir bara ljúga fólk Ljúga. bara komið til Íslands, sjá Norðljósin það er þetta grillað ef að norðljós sem er ekki til og þetta væri það sem við værum að selja það er svona dansandi ljós í loftinu Ég sverða það Bara ekki akkurat meðan þú ert hérna Herðu, hvar getur fólk bókað ferðir í norðurljósatúriðin? Herðu, það er bara Ég er hjá Bus Travel Já, Bus Travel Iceland sendiði e-mail á yfirmanna stóra Það er engin íslendingar að fara að koma í segið þið vilji klamidju og fáið 30% afslátt Þórður, akkur er fullt af fólki að ringja hérna inn og tala um klamidíu Notaði Herru, segðu einhver orð Loka orð Já, Sprengju nipla takk fyrir okkur